fríkirkjan naut strax mikillar hylli. Jú, hún gerði það og það fjölgaði mjög í söfnuðinu. Sérstaklega í tíð Ólafs Ólafssonar til að mynda og á fyrri hluta síðustu aldar þá tilheyrði það er ekki til nákvæmar tölur það, en sumar heimildir segja helmingur íbúa Reykjavíkur, aðrir segja rúmur þriðjungur og þá eins og segja það var þá tíð sem að það var einungis dómkirkjan og fríkirkjan, en það var svo til helmingaskipta á milli. En það vegna þess að fríkirkjan boðaði mannúð og síðan meir mannréttindi? Ég vil meina það, því þessi arfleið varðandi víðsýni, frjálslyndi, umburðarlyndi og mannréttindi, hún nær alveg til upphafs, til Lárusar Halldórssonar sem var fyrsti prestur. Og í sambandi við það þá finnst mér mjög dýrmætt að sjá hér á þessari fögru altaristöflu Kristur með opinn faðm og hér eru orð úr Matthíusar guðspjalli þar sem Jesús segir komin til mín allir. Og þetta orð allir skiptir máli? Það skiptir mjög meginmáli. Það allir, það að segja ekki bara karlar heldur konur. Konur nutu fullar réttinda á við karla í söfnuðinum frá fyrsta degi. Ekki bara karlar heldur einnig konur á sama grunni. Ekki bara hvítir heldur líka gulir og svartir. Ekki bara Íslendingar heldur líka útlendingar, innflytjendur. Ekki bara kristnir heldur einnig gyðingar. Hér framkvæmum athafnir með búddistum, með hindúum, múslimum ef þeir kæra sig um. Og þetta í anda þessa Jesú Krist sem að bauð alla velkomna. Og þið opnuðu faðm ykkar fljótt fyrir hinsegin fólki? Við gerðum það. Ég get alveg leyft mér að fullyrða að ég hafi verið fyrsti forstöðumaður trúfélags á Íslandi fyrir að leggja því máli lið og tala fyrir því, steig fram fyrir skjöldu. Og það hluti af þess að arfleið okkar varðandi kvenréttindin. Ólafur Ólafsson, hann var mikill baráttumaður fyrir því að konur fengju rétt fyrst til skólagöngu á við karla, sem var alls ekkert sjálfsagt eða sjálfgefið. Og síðan að konur fengju kosningarétt á við karla, sem að fullnaðist síðan 1915. Og Ólafur Ólafsson, fríkirkjuprestur, var heiðraður sérstaklega af Bríeti Bjarnhéðinsdóttur á sínum tíma fyrir hans þátt í því að berjast fyrir þessum málstað. Og með sama hætti stigum við fram fyrir skjöldu varðandi samkynhneigða. Að það ekki bara gagnkynhneigðir sem eru velkomnir í fríkirkjuna heldur allir, það að segja samkynhneigðir líka. Þetta stórt orð, allir? Allir, mjög. Og opnar víddir, fjölbreytileika, margbreytileika. Og það eitt af því dýrmætasta við mannlífi hér í fríkirkjunni. Það fjölbreytileikin, margbreytileiki samfélagsins. Við erum ekki öll steypt í sama form því að Guð gerði okkur öll hvert og eitt einstakt og við eigum að fá að njóta okkar eins og við erum hvert og eitt einstakt. Þessi kirkja hefur alltaf verið afskaplega frjálslynd. Já, sem betur fyrir. Frí kirkjan. Og hefur alltaf boðið alla velkomna og það sýndi sig og sannaði, sérstaklega þegar lætin voru sem mest. Í kringum akkurat mannréttindabaráttu samkynhneigðra að hvað þjóðkirkjan kom hræðilega klaufalega út af því og eins og kannski allir vita. Þannig að ég stend í þessari þakkarskuld, þú veist, við þessar kirkju og svona svaraði ég tilbaka, svona þakkaði ég fyrir mig. Kemur ekki oft? Sko, ég bý hérna bara rétt hjá. Þannig að, og ég fæddur og uppalinn, ég alveg vesturbæðingur í Búð og Háskóla. Þannig að þessi kirkja svona partur af miðtaugakerfinu.